Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Komið sæl, það heldur betur jólalegu þáttur á þessu sinni hjá okkur í Suðurnesja magasíni Víkurfrétta. Einstakt jólaland hefur verið í smíðum á Suðurnesjum undanfarin ár. Náttúruljósmyndarinn Ellert Gretarsson mikill handverksmaður og hefur smíðað jólaþorp á heimili sínu sem vakið hefur athygli langt út fyrir landsteinana. Dansku framleiðandi á jólafígúrum fékk áhuga á þorpinu og hefur sent stóran hóp af svokallum jólanissum til landsins. Þessir nissar hafa svo sest að í jólaþorpuna Ellerts þar sem fjölga hefur þurft híbýlum þannig að allir hafi húsaskjól. Flugstöð Leifs Eiríkssonar mun stærri í sniðum en jólaþorpið hans Ellerts. Okkur lék forvitni á að vita hvað hræringar í flugheiminum hefðu á áætlanir uppbyggingu Keflavíkurflugvallar og flugstöðarinnar. Við fengum því Björn Óla Hauksson, forstjóra Ísavega, til okkar í spjall. Í þættinum ætlum við líka að segja ykkur frá því hvað við á Víkurfréttum ætlum að bjóða áhorfendum upp á jól og áramót. Það verður mikil tónlistar dagskrá. En byrjum í jólalandi Ellerts Gretarssonar. Elli, segðu mér stuttu máli áður við rúllum í gegnum myndbandið gerð jólaþorpsins. Hver svona grunnurinn að þessu? Þetta bara var til. Ég bara fór að smíða og þetta byrjaði bara sem, átti bara að byrja sem pínulítið jólafundur með þessari einingu þarna. Svo einhvern veginn gat ég ekki stoppað því mér fannst þetta svo gaman. Svo endaði þetta bara svona og nú þetta að verða svolítið meira verkefni. Þetta orðið ljósmyndaverkefni líka. Og svona ýmislegt ýmsar hugmyndir í gangi í sambandi við það. Það hlýtur að vera gríðarlegur tími sem þið farið í þetta. Já, ekki spyrja mig hvað fóru margar stundir í þetta. Það en maður ekkert að telja þetta í vinnustundum. Maður telur þetta bara í ánægjustundum. Þetta er mjög skemmtileg smíði og virkilega gaman að standa í þessu. Svo getur þú tekið þökin svona að sér til að skoða betur inn í. Já, þetta jólaþorp í fullt af smáatriðum. Þetta er svona þorp sem má snerta. Já. Það sem gerir þetta skemmtilegt, það eru smáatriðin. Þegar þú skoðar þetta í nærmynd þá sérðu svona ýmislegt. Það er líka mjög krefjandi að vera í svona smásmíði, svona mínatúrusmíði. Hún mjög krefjandi. Það þarf mikla þolinmæði. Og þetta fyrir líka kannski bara róandi fyrir hugan að fara í þetta? Já. Þú bara, maður kúpla sig alveg út frá þessu dagsdaglega amstri. Maður bara einn með sjálfum sér að smíða og hlusta á góða hljóðbók eða góða tónlist og maður svona róast bara allur og gleymir sér. Samhliða því að smíða þetta skemmtilega jólaþorp, þá hefur þið gert svona stutta mynd hvernig þetta þorp var til. Kíkjum aðeins á hana. Já. Þetta efni notaði ég mikið. Þetta er svona íspinnastangir sem maður kaupir í fröndubúðum og svona. Hvaða verkfæri ert að nota í smíðina?
Mikið bara svona smáverkfæri, ég nota dremilinn mikið og þá getur maður sett alls konar litlar tennur eins og hérna til að sverfa og slípa og saga. Þetta allt mjög smátt í sniðum. Já, sumt af þessu þarf maður að vinna undir stækkunargleri. En það getur líka verið aldurinn, sjónin farin að dafnast. En svo ég að nota bæði pappa og balsavið sem mjög meðfærilegur, mikið notaður í módelsmíði. Það svo gott að vinna hann. Mikið af þykkum pappa, svona pressuðum pappa. Ég búinn að heyrða það allar stílabækur á heimilinu með enga baklið. Og ég nota hann bæði í veggi og þök. Þetta allt svona frekar létt að vinna með. Fóm, eins og ég nota hérna í skorsteinina. Það svo gott að skera út í það, steinana, hleðsluna. Vinnan eins og þetta hús, þú ert búinn að vera allt árið í rauninni, allir þið frítími hefur farið að byggja þetta hús? Já, stór hluti af honum sko. Ég byrjaði á þessu húsi bara fljótlega eftir áramótin. Þannig ég vissi þetta svolítið stórt verkefni. En þetta mikil vinna eins og sér hérna, sko, sjáðu ég klippi eins og þakskífunar, skífu fyrir skífu, lími þetta niður. Svo þetta líka... Þetta tölvuvinna, maður sér það. Já, þetta svolítið rafmagnsvinna líka, tengja þetta allt. En ég bý til öll ljós og alla seríur og ljós og lampa. Ég bý þetta til sjálfur, lóða þetta allt saman. Og þetta bara smá tölvur sem notaðir í stýringar eins og hérna á millunni? Já, og milluhjólin. Þetta tölvukubbur sem heitir Arduino, þetta bara lítil stýritölva sem maður getur tengt við tölvu og forritað. Þannig að til dæmis eins og með þetta, þá getur forritað hraðan á hjólinu alveg nákvæmlega eins og ég vil hafa hann. Þannig að þá ekki að snúast eitthvað öðruvísi en ég vill. Það svona litlir hlutir hérna núna eins og bækurnar, en þarna eru kápur sem hægt að lesa á. Já, þarna ég bara tekið bara kápur af bókum, smækka þetta niður bara í tölvu og prenta þetta út í þessari stærð. Svo límir maður bara þetta utan á, og eins með veggfóður og annað. Maður getur nota blespreytuprentara svo mikið í alls konar svona. Og svo ég að nota líka bara hluti sem svona ýmislegt sem ég finn út í náttúrunni. Alls konar sprek og rætur, dauða rætur úr lynginu koma vel út. Könglar og annað slíkt. Nota þetta í skreytingar. Og þarna ljósakróna eða kertakróna í smíðum? Já. Hvað notar það fyrir kertaljósið? Þarna nota ég bara pennahólka, glæra pennahólka sem ég saga niður. Og svo mála ég, nota ég bara límbyssuna til að búa til áferðina, svona tauma
og svo er þetta bara flöktpera inn í. Ég nota mikið þessar flöktperur eins og í teljósum. Ertu að næla þér í fróðleik á netinu svona í þessari vinnu? Já, það er alveg hafsjór af fróðleik, bæði varðandi smíðina sjálfa, varðandi efni og aðferðir. Ég nota til dæmis, sæki mikið innblástur til þeirra sem eru að smíða til dæmis þessa járnbrauta lestagarða sem eru margir listilega vel gerðir. Og svo það er þetta heilmikið stúdering líka rafeindafræðin. Þarna snjóar. Hvað notar í snjó? Þetta er nú bara einfaldlega línspray og svo strái ég yfir það matasóta og glimmer, fullt af glimmer. Það er svo jóló. Og svo er landslagið, landið sjálft undir húsunum, þar er ég að nota mikið frauðplast bara sem tilfellur eins og af umbúðum og líka svona sprautufrauð eins og er notað í byggingariðnaði, að festa glugga og slíkt og hurðar. Þetta er svona eins og bakarísvinna? Já, þetta er eins og rjómaterta. Og það er svo gott að móta þetta líka, það sem maður vill hafa. Og svo fer ég yfir þetta með bara fylliefni eða sem spastli og málað og glimmer, fullt af glimmer. Þetta þorp, jólaþorpið, þetta er búið að vera að þróast núna í 3 ár frá því þú byggðir fyrsta húsið. Hvert hefur þetta verið að þróast? Ég veit það ekki. Þetta er einhvern veginn bara eitt leiðar af öðru. Þetta hafði bara að byrja sem eitthvað svona smá jólafundur. Ég eignaðist nokkra af þessum jólanissum fyrir einhverjum 20 árum og þeir hafa alltaf verið síðan þá hluti af jólaskreytingum heimilisins. Og svo var ég í löngu jólafrí fyrir jólin 2016 og datt í hug að föndra eitthvað í kringum það og þá bjó ég til fyrsta húsi, svona pínulítið og fyrstu eininguna. Ég smíðaði þetta í einingum sem er auðvelt að raða saman og taka í sundur upp á flutning og geymslu og svoleiðis. Svo þegar ég var búinn með þessa fyrstu einingu þá fannst mér þetta svo gaman og mér langaði að gera aðeins meira og þá gerði ég næsta hús og langaði áfram til að halda áfram með þetta en þá vantaði mér fleiri nissa. En fann engan söluaðila hérna á Íslandi. Þeir eru útbreiddir í Danmörku og Skandinavíu reynda líka. Eru framleiddir þar af fyrirtæki sem heitir Pobra. Og ég hafði samband við þau, sendiði mail og fyrirspurn hvar ég geti mögulega fengið þessa nissa og sendum jafnframt myndir af því sem ég var búinn að gera til að sýna hverju ég var að sækjast eftir. Og þau urðu svona hrifin af þessu að Hérna er með dæmi það hvað þeir fengu að sjá svona höfður. Já, og þau urðu svo hrifin af þessu að þau sendu mér bara fullan kassa gratis, 10 kíló kassa af nissum. Þannig að þá var auðvitað komin upp stórkostlegur húsnæðisvandi í þorpinu þannig að ég var að halda áfram með þetta. Og já, ég veit ekki, kannski stoppa ég hér, maður hefur náttúrulega ekki endalaust pláss, en það er eitthvað sem ef maður hefði nóg pláss þá væri hægt að halda áfram með þetta. Og svo getur maður líka endalaust verið að díteila þetta og snurfusa þetta og betrumbæta. Þú áttir nægan efni við því að halda áfram? Já, já. Nema bara vantar húsnæði? Vantar plássið. Þetta er svolítið plássfrekt. Hvað leyfirðu svo þessu þorpi að standa lengi hjá þér? Er þetta mánuður sem þetta stendur uppi? Já, já, svo bara tekum maður þetta niður með hinu jólaskrautinu og svo fer ég bara með þetta niður í skúr og held eitthvað áfram að snuddast í þar. Og það er meira sem komin tími á svona endurbyggingu á fyrsta húsinu? Já, já. Nú passa það ekki lengur inn í að þetta hefur verið að þróast í höndunum á mér. Þannig að nú þarf ég að breyta því til samræmis við hin húsin.
Og þetta oft þannig að yfirleitt þetta hefur alltaf verið þannig við hvert hús að maður leggur af stað með einhverja ákveðna hugmynd í kollinum hvernig maður ætlar að hafa þetta og svo endar þetta alltaf allt öðruvísi. Þetta verður einhvern veginn bara til í höndunum á manni. Það líka það skemmtilega við það. Maður alltaf að uppgötva eitthvað í ferlinu. Hvaða viðbrögð þetta fá hérna svona hjá fólkinu kringu þig? Ertu áleitin eitthvað skrítin að vera standið í þessu? Þetta þetta klikkun. Það segir sig sjálft. Maður alltaf stór skrítinn. En það skiptir ekki máli, bara maður hafi gaman að því sem maður að gera. Og þetta rosalega gott bara geðlíf, svona smíði. Þú bara einn með sjálfu í skúr að smíða og hlusta á tónlist eða hljóðbók á meðan og þú gleymir þig bara. En það ef að fólk á svona nissa, ég veit að margir eru með þessa nissa, hafa átt í gegnum árin og ef fólk vill búa gott framtíðarheimili þá ég til í að ættleiða þá, sko. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Það ljóst að breytingar og samdráttur hjá flugfélaginu WOW hefur áhrif á fjölda starfa á Suðurnesjum í ljósi þess að félagið hefur fækkað flugvélum. Einn stærsti atvinnuveitandinn á Keflavíkurflugvelli Isavia, en starfsmenn félagsins hafa þurft að takast á við miklar áskoranir í fordæmalausri aukningu ferðamanna á undanförnum árum. En hvaða áhrif hafa þessi nýju WOW-tíðindi af WOW á Keflavíkurflugvöll? Framundan eru enn frekari stækkunarframkvæmdir í flugstöðinni upp á 10 milljarða á næstu 3-4 árum. Við heyrðum í Birni Óla Haugsyni, forstjóra Isavia, og spurðum hann hvaða staða væri á borðinu hjá félaginu. Eru óbreyttar fyrirætlanir með þessar framkvæmdir, en það stækkun tengibyggingar milli suður- og norðursvæðis flugstöðarinnar og mjög stórar framkvæmdir eins og nýr austurfingur og mikil stækkun innritunarsalar. Það alveg rétt, það hefur verið vikið sem hefur gengið á hjá okkur með hvernig framtíðin verður. Við sjáum þetta fyrir með hvernig staðan í dag. Fréttirnar sem okkur berast frá WOW að þeir halda áfram og það verið stóra samningaviðræður í gangi við Indigo Partners að taka þátt í stóran bita af eignarhaldi í WOW. Nú það alveg ljóst að það verður einhver fækkun á næsta ári. Hún verður kannski sem við verðum þá bara að taka til í okkar áætlun. Við getum sagt að markaðurinn svolítið kannski að svona stabiliserast, jafna sig eftir rosalegt uppbyggingartímabil síðustu 10 ára. Við höfum á síðustu 10 árum hefur markaðurinn farin upp 400% frá 2009, sem við segjum það. Það voru 2 milljónir og nú orðnir 10, rétt undir 10. Þannig að það ekkert óeðlilegt að við að markaðurinn segja nú ætlum við að jafna þetta svolítið niður. En samt virðist það að vera að við horfum á aukningunni á sem 12% verður það þegar við erum búin að fá síðustu tölu, sjáum við fram á, að það verður ennþá eftir
sýnist okkur ef allt gengur að óskum. Fleiri farþegar heldur voru í fyrra sem fari gegnum Keflavíkurflugvöll á næsta ári. Og það bara óskup eðlileg aukning. Á flestum flugvöllum þá aukst þetta ekki 100 eða 10%, heldur 3–5% ári. Þannig að þetta allt saman óskup eðlilegt í sjálfu sér að markaðurinn segja að þetta signal, það örlítið hægja á okkur. Og svo eigum við líka eftir að sjá, við höfum þetta verið að frétta bæði frá Icelandair mönnum að þeir hafa líka ákveðnar hugmyndir stækkanir. Og ég sé fram á það að næsta ár verði þokkalegt en aftur á móti höfum við aftur að sjá aukningu síðan 2020. Það allavega meðvist hvernig staðin núna. Við erum enn að bíða eftir upplýsingur reyndar frá flugfélögunum til þess að geta búið til nákvæma spá en það vonustu að koma henni út í janúar. Það ljóst að flugstöðin hún náttúrulega sprungin á miðju við núverandi farþegafjölda þannig að þetta kannski bara í rauninni ágætt fyrir ykkur sem eigandi á byggingaraðila að þetta róist pínulítið þannig að þið geti gert þetta á eðlilegum hraða þið séu ekki alltaf eftir á í erfiðri uppbyggingu. Já, ég held að þetta að mörgu leyti fyrir uppbygginguna þetta kannski ekki það versta sem að gæti gerst sko. Við erum í miðju kafi að byrja á hönnun nýju framkvæmdana og það eru einlega þessi tveir fasar sem við erum að skoða. Fyrsta lagi tengibyggingin sem bara mjög stór framkvæmd í sjálfu sér og svo spurningin hönnun á frekari stækkunum. Nú leyfum við þessari vinnu með tengibygginguna, hönnun á henni að fara í gang og þegar það komna niðurstöður hvað það mun kosta að við framhalda að því mun vera tekin ákvörðun tímaáætlunina og sem verður þá grunnu þess hvenær að stjórnin mun þá samþykkja þá uppbyggingu. Þannig að þið haldið bara áfram nokkurn veginn á sömu braut? Já, við erum ekkert að hægja okkur í bili. Við erum með því að hefja hönnunina núna, þá erum við ekkert að festa okkur í einhverjar stóra kostnaðarliðir. Það verður fyrst þegar við gerum það fyrst þegar við vitum betur framtíðina. Hvernig lítur árið 2019 út? Fjöldi til dæmis flugfélaga, verður hann svipaður og var í sumar? Já, fjöldi flugfélaga virðist vera stefnið að vera svona svipað. Það hafa nokkur flugfélag hætt, önnur komið í staðinn. Við erum svona tæplega 30 á næsta ári. Þannig að þetta þessi grunnur að það séu mörg flugfélag. Þetta mjög góð viðbót við þessi tvö stór íslensku flugfélag. Það svona jafnar þetta og það kannski kemur önnur stundum á óvart að erlendu flugfélagin ein og sér eru með jafnmarga ferðamenn til og frá Íslandi eins og var flogið árið 2009 frá Íslandi á þeim tíma þannig að það eru raun bara hrein viðbót. Og það von á miklum fjölda af ferðamönnum núna hátíðirnar? Já, það alltaf nóg að gera hérna, en bíða bara spenntir eftir íslenskum áramótum og ég verð að segja ég gera það líka. Þannig að framundan sem sagt áframhaldandi uppbygging, stækka flugstöðuna, þannig að menn áttu jafnvel vona því að kæmu svona eitthvað, hvað getur við sagt, fréttir að þið myndu hugsa eitthvað ganga, þannig að þið eru bara alveg þokkalega sátt. Já, sko, við höldum okkur strikið 2019, en það þá ekki komin stórar byggingaframkvæmdir í gang, en síðan það bara hversu hratt við byggjum, það fylgir líka sögunni inn, sko. Við sjáum það bara þegar það kemur 2020 og seinna. Hvað með þróunina í ferðamanninum? Nú hefur orðið svolítið breyting í því, fleiri Ameríkanar að koma, hefur þetta haft ykkur áhrif? Ekki fyrir okkur upp í flugstöðinni, en annað það að það tók, ég getur bara sagt að rekstrarinn í flugstöðin, það tók smá tíma fyrir að læra inn á þessa breyttu hegðun ferðamanna, en ég get bara sagt að menn að standa sig frábærlega og allir samstarfsfélagar okkar hann inni hafa lyft grettistaki hvernig þeir eru að vinna inn í flugstöðinni sem þetta partur af því að byggja upp Keflavík sem svona miðstöð flugs á Norður-Atlantshafi. Árlegi jólatónleikar Vox Felix fóru fram í Hljómahöll í Reykjanesbæ í byrjun desember.
Kórinn var með sérstakan jólagesta þessu sinni en tónlistarmaðurinn Jón Jónsson söng með kórnum. Hópurinn samastendur á einstaklingum á Suðurnesjum á aldrinum 16 til 35 ára. Nafnið Vox Felix þýðir í raun hamingjuraddirnar og var kórinn stofnaður árið 2011 en hann samstarfsverkefni kirkjusóknanna á Suðurnesjum og kemur fram við athafnir að minnstakosti einu sinni á ári í hverri kirkju. Árið 2017 tók hópurinn þátt í þáttaröðinni Kórar Íslands þar sem 20 íslenskir kórar öttu kappi. Þar lenti Vox Felix í 3. sæti. Fimmtudagskvöldi 27. desember klukkan 20 verður klukkustund og þáttur hér á Hringbraut þar sem sýndi verða valdir kaflar úr jólatónleikunum. Sjónvarp Víkurfrétta annast upptökur á tónleikunum. Hér smá sýnishorn af því sem í vændum. Tónlistarlífið á Suðurnesjum hefur blómstrað undanfarin ár og eitt af stærri verkefnum ár hvert í Reykjanesbæ er með blik í auga sem stendur fyrir hátíðartónleikum á ljósanótt í Reykjanesbæ ár hvert. Ávallt eitthvað þema á hverjum tónleikum og einvalalið söngvara og tónlistarmanna fengið að uppsetningu sýninganna sem eru sýndar fyrir fullu húsi í Andrjús menningarhúsinu á Ásbrú í Reykjanesbæ. Í ár var með blik í auga haldið í 8. skipti og hét sýningin með disco blik í auga. Í fyrra var það með sól í auga og þar áður með blik í auga hvernig ertu í countryinu. Sjónvarp Víkurfrétta hefur annast upptökur á þessum viðburðum síðustu ár og nú hefur verið tekinn saman klukkustundalangur þáttur með sýnishornum af þessum tónlistarviðburði síðustu 3 ljósanótta. Þátturinn verður á dagskrá á Hringbrautarkvöldi 9. klukkan 20. Hér smá tóndæmi. But you want a good time. You ask yourself. Leiðu við þökkum ykkur fyrir áhrif á Suðurnesja Magazine viljum við minna ykkur á aðra miðla Víkurfrétta. Víkurfréttir kom út vikulega á miðvikudögum og fimmtudögum og fara inn á öll heimili á Suðurnesjum. Vaff.is flytur fréttir af Suðurnesjum alla daga vikunar og Kylfingur.is er með golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti af Suðurnesja Magazine má finna á Vaff.is og á Hringbraut.is. Við endum þáttina á jólaballi upp á gamla mátan sem haldið var í Bryggjihúsi Dús í Reykjanesbæ á dögunum. Gleðileg jól!